En við höfum bara eitt atriði eftir og þar erum við að fara yfir merk málefni sem tengjast information management in the renovation and restoration of Denmark's National Bank og það verður flutt af manni sem að ICT ráðgjafi og stjórn og einn af stofnendum og forstjóri fyrirtækisins IKTech. Ég var eiginlega búinn að kynna þig, Símon, búinn að svona gefa aðeins smá samhengi á hvaðan þú kemur og svona, en þú bara sérð að klára þá kynningu. Hins vegar sko, mér skilst að þú ætlar að tengja þína eigin tölvu, eða ekki? Og þetta sjóðheit tölva, þetta tölva sem er tengt bara inn í reiknistofubankana og seðlabankan og það má ekki skilja hana eftir sko, ég má ekki eins og vera að gaspra þessu hér sko, en það má enginn tæknimaður vera að handleika þessa tölvu, það er en þú fer betur yfir þetta. Ég vil taka vel á mótunum, þetta er okkar síðasti frummælandi í dag, Símon Ólafsson, gefðu honum gott klapp. Virkar þetta ekki? Jú, hérna meginn virkar sko, ég bara setti klappi og snemma á stað sko. Það er allt í lagi. Það er gott að við erum undan áætlun. Þetta er þinn. Gott að við erum undan áætlun því að ég er með 63 slætur handa okkur. Skulum sjá hvað, það er bara koktélar eftir þannig að þetta er alltaf ræði. Annars höldum við bara áfram þar. En ég ætla sem sagt að tala við ykkur information management á endurgerð og enduruppbyggingu Seðlabanka Danmerkur. Og information management, ég er búinn að vera að reyna að þýða þetta yfir á íslensku og þetta er svona, hvað maður segja, yfir reglíf yfir BIM-ið. Og ég hef komst að því að kalla þetta upplýsinga- og samskipta tæknifræði. Veit ég hvort það sé einhvers staðar nálægt því, en ég ætla að segja ykkur aðeins stuttlega frá fyrirtækinu mínu sem er IKTech á góðri íslensku, en við erum eingöngu að sjá BIM og IKT, eða upplýsingatæknifræði ráðgjöf. Við erum ekki arkitektar, verkfræðingar. Ég hef unnið sem byggingafræðingur og er menntaður byggingafræðingur, unnið hjá arkitektum lengi og verið BIM-manager eða BIM-stjórnandi fyrir arkitektafyrirtæki. En síðustu 5-6 ár hefur verið bara full-time í að reka fyrirtækið mitt og við erum eingöngu í sem við erum að útskýra fyrir einhverjum áðan úti. Við erum ráðgjafar ráðgjafana og við erum ráðgjafar hjá verktökum og verkkaupum. Við bjóðum upp á alls konar BIM og IKT þjónustu og aðalega að hjálpa fyrirtækjum að líta á sína stafrænu stefnu, móta sína stafrænu stefnu, taka ákvarðanir hvað á að gera innan hús, jafnframt og á þeirra verkefnum. Og það gerum við með alls konar þjónustum sem við bjóðum upp á og við söfnum saman allri okkar reynslu í námskeið sem við sérhönnum handa hverjum og einum okkar kunnum. Sama er að við söfnum saman öllum, við kallum þetta BIM Playbook, en þetta er allar leiðbeiningarnar, allir gætarnir, öll reynslan með öll forritin sem við tökum inn. Með okkar kunnum skrifum við niður í svona litla A5 pappíra sem að þeir geta verið með út allt. Þannig að allir geti verið á sömu blaðsíðu, tala saman tungumál eins og var nefnt hérna fyrir í dag. Og það getur til dæmis verið svona, hvað kallast þetta á íslensku, bara quality control á BIM-módelum og að tékka á hvort allar upplýsingarna séu komnar inn í módelin. Þess áttar gerum við með Power BI hérna fyrir þetta verkefni. Þannig að þegar við erum óþarfi lengur á verkefninu þá getur hvaða starfsmaður sem er í rauninni tekið yfir
með leiðbeiningunum og haldið áfram. Við vinnum fyrir alls konar fyrirtæki og við hjálpum okkar samstarfsfélögum eða samstarfsfyrirtækjum að hjálpa sér sjálfum. Einhvern tímann las ég eða heyrði í fréttunum að 80% af öllum nýbyrjuðum fyrirtækjum koma með lausn við einhverju sem einhver annar með lausn fyrir. Þannig að það eru bara 20% af fyrirtækjum sem eru að hjálpa að laga og bæta það sem að fyrirfinnst. Við erum ekki með neinn verkefni sjálfir. Við vinnum bara á verkefnum kunnan okkar eða vinnum að hjálpa okkar kunnum í þeirra stafrænu ferli eða stafræna ferðalagi, getur maður kallað það. En við erum búin að vera á þessu verkefni sem undirverktakar fyrir arkitektinn, sem þeir hétu Rebekka Mulla, heita núna Smith-Hammer Larsen og þeir eru inni í aðalráðgjafa teymi sem ráðgjafateymi fyrir, þeir eru svona búin að setja sig saman með verkfræðingum, landslagsarkitekt, þannig að þetta er svona teymi nokkuð fyrirtæki. En þetta er Seðlabanki Danmerkur sem var listað friðað hús í 2009. Þetta held ég, yngsta, eins og stendur hana, yngsta bygging til þess að vera friðuð á þessum skala. Áður, en það var Landsbankinn hana, eða Seðlabankinn, þá var þetta í eigu Seðlabankans og Seðlabankinn þarna. Og þetta var allt íbúðarhverfi, íbúðarhús. Seðlabankinn rífur þetta niður í miklum demonstrations á móti því. Mjög kontroversial verkefni á sínum tíma. Þetta er teiknað af arkitektanum Árni Jakobsen, sem við þekkjum vonandi flest öll í þessu rými. 52.000 fermetrar, 3 billjón danskar króna að endurgera þetta verkefni. Þetta eru myndir frá gamla tímanum hérna. Tilbaka. Og þetta er stærsta danska endur- og uppgerðarverkefni samtímans, eða sögunar held ég. Og af hverju að vera að gera upp, eða hvað að vera að gera? Það er af því að það eru PCB, ég er ekki alveg búinn að ná því hvað það á íslensku, en þetta er svona einhver efni í til dæmis fúunum í kringum glugga og annað slíkt og í lakkinu á perutréspanelunum sem í þessu verkefni. Og svo asbest, svo að bæta inniklíma, bara að uppgreita bygginguna svona yfir höfuð. Og þetta er top secret verkefni, þetta er Seðlabanki í Danmerkur, þær voru með peningaprent í kjallaranum og allt þetta, en það búið að fjalla þér allt. Gullið farið, einhvers staðar erlendis, við veitum ekki hvar. Og þannig að byggingin minnkar og ég stóð á dagstögum í Danmörku með samstarfskonu minni frá verkefninu þar sem við gátum ekki sýnt eina einustu mynd. Bara texta. Nú ég búinn að fá að sýna einhverja myndir frá módelinu og öðru slíku. Upprunalega var byggingin byggð í 3 hlutum. Og til dæmis hluti 1, og leysirinn hættur að virka held ég. Hluti 1, þar mesta ruslið, mesta mengunin af asbest og PCB og öðru slíku. Þannig að allir perutréspanelarnir, þeir hverfa, þeim bara hent. En í hluta 2 hægt að gera eitthvað, slípa panelana og annað slíkt. Gera við eða betrumbæta. Þetta er mjög minimalistik hönnun með rosalega þunnu gleri eða þunnum sprossum í glerinu en samt á sama tíma mjög high-tech. Það er svona 2-falt gler í fasadinu eða í útveggjónum glerinu og inn á milli blásið heitt lofti því að í gamla daga máttu við ekki þessi fínu bankastarfsmenn fá kaldar fætur þegar við vorum að sitja nálægt glerinu. Og svo þessi
frábæri marmari sem utan á húsinu, frá norskur marmari, Porsker. Mér skilst að það sé ekki meiri Porsker marmari í öllum heimnum, en bankinn átti fyrir tilviljun einn á móti einum nýjar plötur, þannig að það verið skipt allan marmara utan á húsinu. Já, það átti að vera hérna. 4300 plötur, meira að minna. Og Árni Jakobsson, hann elskaði þennan marmara og notaði þetta í öllu. Og ef þið sjáið hérna, þá er plötuna að byrja að svigna. Maður hefði haldið að marmari ætti ekkert að geta svignað rosa mikið. En það er sem sagt út af því hvernig plötuna eru festar á útveggina. Þannig að það kemur nýtt festingarsystem, hvernig þeir gera þetta upp. Og svo fannst mér þetta mjög skemmtileg tilviljun að þessi marmari sem er norskur marmari kemur frá miðbaug fyrir 425 milljónum ára og er bara einhverjir fossílar. Það finnst mér alveg hrikalega merkilegt. En svona leit þetta út að innan og svona mun þetta líta út að innan. Það verður engin breyting. Allt er friðað. Allar breytingar, ef það var að breyta hitamælistakkan þarna uppi og leysirinn hættur að virka, þá þarf að sækja þetta hjá tilsvarandi stofnun eins og Minjastofnun hérna á Íslandi. Það er að sækja allt. Allar breytingar. Og það svona lengir ferlið svolítið mikið. En þetta er svona fyrir þau sem vita ekki hvar Seðlabanki Danmerkur er. Þetta er í miðbæ Kaupmannahafnar. Nálægt Strikinu, nálægt Tívolí, nálægt íslenska sendiráðinu og Börsen, það er sem sagt 400 ára gamla byggingin sem brann hérna fyrir ári síðan. Við vorum inn í bankanum, sáum hana brenna og eitt félagi minni með mynd af fyrsta reiknum sem kom. Þannig að ég held að starfsmenn í Seðlabankanum voru þeir sem tilkynntu slökkviliðinu. Sem sagt hérna, já. Og þetta er ekki nóg með það, þetta er flókið verkefni, það er líka flókin staðsetning því að samtímis það verið að endurgera endurgerðina af Börsen í fullu svingi og uppi í hinum rauðakassanum er Danske Bank að endurgera eða breyta öllu þessu í eitthvað skrifstofudæmi. Bara á okkar byggingasvæði. Þar verða á næstu 5 árum 40.000 flutningabílar eða, hvað má segja, bílar sem fara inn og út því að það engir verktakar með ekki leggja neinum bílum inn á byggingarstaðnum. Hérna er byggingarsvæðið okkar, það er hægt að keyra inn og út. Það er aðeins leyfilegt að stoppa í einhvern ákveðinn tíma. Það er site manager sem stjórnar öllu þessu, eða það heitir reyndar Logistics Manager fyrir byggingarstaðinn. Fyrirtæki sem bara er 100% í því. Eins og ég sagði, það er ekki bara flókin staðsetning, það er líka flókin verkefni því að það eru 5 verkefni í verkefninu. Og fyrsta verkefni og þau eru kölluð sem sagt DN100 og DN200 og DN300. DN300 er sögum hækkunar á grunnvatni í Danmörku eða öllum heiminum, þá er þessi þungabygging byrjuð að fljóta. Þannig að það eru sett einhver 30-40 akkeri boruð innan úr kjallaranum og niður í jörðina. Það er búið. Og svo er sem sagt utan á verkefnið í sínu sérferli því að það byrjaði áður og er í byggingu núna og svo er innanhúsverkið, það er að við erum í fullu svingi í að gera það núna. Þeir kláruðu inn í nóvember með akkerinn, útveggirnir og fasadið er að klárast 29 og eins og er ennþá haldið fast í innflutning nóvember 2030. Svona er byggingarstaðurinn eins og er í dag. Byggingarskúrarnir hanga yfir vatninu, sem við sjáum hérna. Og þetta er bara mynd frá því síðustu viku.
Það er verið að rífa utan á húsinu og já, búin að vera hérna þak sem þeir eru að taka af núna. Það er búin að vera við veturinn. Og svona lítur þetta fallega perutrés klæddi gangur út að innan í dag. Það er ekkert, eða svona á allavega einhverjum hæðum. En ég ætla ekki að tala byggingaprósess og annað slíkt. Ég ætla að tala ICT eða upplýsingatæknifræði eða hvað við erum að kalla þetta. Information Management. Og það er búið að ræða þetta í dag með BIM-ferla og BIM alls konar. Þetta byrjar allt á því að setja réttu kröfunar. Þannig að við byrjum á endanum. Við vitum hvað við ætlum að mæla okkur eftir eins og Norðmennirnir voru að tala með smá hernaðarkænsku að vita hvað er the end goal. Og það var svo sem gert, ekki það. Þetta er mín einskitsa af því sem gerðist í ferlinu. En sem sagt, BIM-staðlar, kröfur, ICT-kröfur, EIR-kröfur, hvað við viljum kalla þetta. Það er að setja þær snemma. Þær fara inn í þrívíddarmódelin í rauninni og setja inn okkar verkefnavef og frá módelunum inn í teikningarnar þannig að allir séu með sömu sýn á þetta. Við erum að tala saman tungumál eins og Bergur talaði um. Louise er ICT Project Manager á verkefninu og já, ég tala ekki mikið BIM kannski í dag, en ICT er hlutverk leikmannana sem eru í bransanum í Danmörku. Það er ICT hlutverk. Sjáum það seinna á einu diagrammi. En Louise, hún sagði mér að svona hindsight, eftir á að hugsa, þá hefði verið gott að taka alla ferla með í kröfunar. Kröfunar voru bara teknar fyrir ráðgjafana, ekki fyrir verktakana. Og sjáum að seinna hvernig verktakarnir eru komnir inn í verkefni núna, í innanhúsverkefnið. Þetta er okkar seinasta organization diagram fyrir ICT og BIM, því að eins og mörgum öðrum stöðum þá var þetta einhvern veginn svona dregið niður, ekki gert eins mikilvægt inn í verkefnis-organization diagraminu. Þannig að við þurfum að gera okkar eigið diagram fyrir BIM og ICT. En þetta er töluvert flókið og það er búin að undirbúa hérna svona einfaldari útgáfa af þessu. Við erum sem sagt akkurat eins og lítur þetta út svona núna og allir svörtu kassarnir, þetta eru verktakar sem eru að teikna sjálfir og módela sjálfir og setja kröfur fyrir sjálfan sig, eða sem sagt ekki setja kröfunar, heldur teikna upp að kröfum fyrir sjálfan sig þegar þeir fara að byggja. Þeir skrifa samning hérna í 4. ágúst og byrja að byggja 4. september. Ég er þarna. Og svo erum við með Louise, hún er þarna sem ICT Project Manager. Svo erum við líka með ICT Site Manager, er þetta að kalla. Þess að byggingarstjórinn er með sína eigin ICT-stjórnanda. Og svo erum við með ansi mörg fyrirtæki sem tengjast inn í þetta, allir með sína staðla, allir með sína prósessa og skoðanir á hlutunum. Þannig að þetta er töluvert flókið. Þess vegna er mikilvægt fyrst mér að tala hérna að þegar við erum að fara að betrumbæta staðla fyrir BIM á Íslandi og fara að hyggja að því hvernig getum við gert þetta betur, að læra kannski frá frændum okkar í Danmörku að nota þessar ICT hlutverk, hvernig við tengjum þau inn á íslenskuna, því að það er okkar, eða Ecotech, en mitt hlutverk, að sjá til þess að allir sem eru á þessu organization diagrammi sé að vinna eftir og með sama markmið á BIM-staðlana, eða BIM-kröfunar og ICT-kröfunar. Þetta er meira en eins manns full-time job.
þó að þetta sé yfirleitt í Danmörku gefa ráðgjafarnir tilboð með svona 1–2% af ráðgjafarkostnað. Þetta er svona þjóðumbötaregla. Þannig að það er alltaf mínus fyrir að það sé einn starfsmaður í full-time að fylgja verkefnavefnum eftir, að fylgja eftir að nú allir IFC-fælarnir, þeir eru ekki búin að fylla allt út, alla parametra eða hvernig það er. Og Louise, hún sagði mér líka að ef hún geti breytt einhverju, af því að ég glemdi að taka fram hérna, að ég að vinna fyrir arkitektana sem eru inni í ráðgjafargrúpunni, sem svona, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku, en þeir stofnuðu fyrirtæki, félag sem er ekki ábyrgt fyrir neinu, en ábyrgðin berst út í IKJ ráðgjafa og Röbek Mulla. Louise, henni fannst svona eftiráhyggja að það hefði verið mjög gott að staðsetja mig eða þetta hlutverk annar staðar, fyrir utan ráðgjafahópinn, sem sagt staðsetja mig þarna uppi. Því að ICT-managerinn í Danmörku og mörgum öðrum stöðum á að sjá til þess að verkefnið er unnið að kröfum og óskum og óskhyggjum verkkaupa, ekki ráðgjafanna. Og að passa upp á að óskir verkkaupa séu unnar inn í verkið og ekki verktakana eða verkráðgjafanna. Ekki það sens? Það er einhverju sem hrista hausinn upp og niður. Annað sem við tókum kannski ekki eftir, það er að á verkefninu er einhver sem er með hlutverkið Space Manager eða stjórnandi hólrýmis. Það má enginn setja rör eða lagnir nema hann sé búinn að samþykkja það. Og verktakarnir hérna, Kemp og Lauritsen, þeir eru rafmagnsverktakar en líka rafmagnsverkfræðingar og þeir taka oft þetta jobb, Space Manager. Þannig að þeim finnst sá sem er Space Managerin er ekki bimmari, hann er bara verkfræðingur, ekki taka það illa þó þið sé bara verkfræðingur, en hann er ekki bimmari. Þannig að hann teiknar ekki eða módelar ekki í Revit, teiknar frekar en módelar í Revit. Þannig að þeim fannst að hann mætti vera með meiri BIM-reynslu, vera kannski BIM-stjóri sem að tekur að sér þetta jobb. En í Danmörku þá erum við búin að vera með reglugerð fyrir ICT eða BIM eða hvað maður að kalla þetta. Þetta er alveg um ICT. Öll verkefni sem eru yfir einhvern ákveðin kostnað, 5 milljónir danskar króna eða eitthvað svoleiðis, þurfa að vera með digital project eða svo falla undir þessu. Þess vegna er búið að gera í ráðgjafastaðalinn, ráðgjafasamningsstaðalinn, UBL 18. Þar er búið að greina frá því hvað ráðgjafarnir og verktakar eiga að gera, aðalega ráðgjafarnir í þessu. Og þar er kafli sem heitir 9, sem er aðrar þjónustur. Þar liggur BIM. Og þar þarf maður að útfylla ICT specification ef maður ætlar að greina eitthvað meira en það sem stendur í þessu bláa skjali. Og þar eru staðlar frá Molio og okkar verkefni, þar var verkefnistjórinn eða verkkaupinn búinn að bæta inn kafla sem er ekki í stöðlunum. Þau vildu greina meira frá minni ábyrgð á verkefninu í rauninni. En Molio er með sem er danskur staðall, svona, þegar við hirtum Molio, ætla ekki að tala um það. Þeir eru búin að setja liti á þessar greiningar, sem er rosa gott, því að þá getum við tengt okkur svona persónulega inn í þetta allavega, þeir sem eru með hönnunarbakgrunn eða það er miklu auðveldara að lesa texta þegar eru komin litir og feitir textar og þunnir textar og annað slíkt. En það er semst kröfur verkkaupa eru ICT specifications sem eru auka kröfur á það sem stendur í bláa skjalinu. Skjalið hérna megin, ICT Process Manual, þetta er kallað líka BEP, sá ég einhvern kallað í dag, BIM Execution Manual, BIM Execution Plan.
Þetta ráðgjafarskjölin, hvernig þeir skrifa hvernig þeir ætla að fullvinna kröfurnar úr specificationum. Og Seðlabankinn fór í þetta ferli og þetta ferli yfirleitt svona. Þú veist, maður hugsa fyrst upprunaleg hönnun, tæknileg hönnun á byggingarstað og svo operations and maintenance eða já, ég heyrði orðið á hann í dag en ég man ekki hvað það er. Þið með alveg gera grín að íslenskunum minni. Ég hef búin að búa í 16 ár í Danmörku og aldrei svona virkilega verið inn í íslensku hugtökunum í BIM-inu. En Seðlabankinn sneri þessu við. Þeir fóru fyrst og töluðu við operations. Hvaða kröfur þeir með til að reka bygginguna eftir á? Og þetta var náttúrulega bygging sem var í gangi. Þannig að þeir vissu heilmikið hvað þeir þurftu og hvað þeir þurfa ekki. Þannig að kröfurnar eru mjög háar á þessu verkefni. Og þannig að þegar við komum klárum verkefni þá fá þeir réttu kröfurnar, rétta dataið sem þeir þurfa til að reka bygginguna. Þetta skrifuðu inn í okkar sérsniðna ICT specifications. Og þeir meirist að fóru svo langt að kíkja á alla kaflana og kíkja hvaða kaflar 0 til 9 mikilvægir fyrir rekstur hússins. Það eru kaflar 8, upprunaleg teikning hússins og þar stendur nákvæmlega hvernig ráðgjafarnir eiga að teikna og módela húsið. Þar geti ég verið með okkar baktanka, hvernig ég hefði átt að skrifa þessu betur, þessar kröfur. Það svona smá dispute sem í gangi. En það endar alltaf á að verkkaupi borgar. Og svo númer 7, fjólublái, það digital delivery eða afhending af módelinu og öllum öðrum skjölum. Og svo 4 sem guli, sem mikilvægt fyrir ráðgjafana, mjög mikið fyrir ráðgjafana, þó að allir hinir séu. Það þetta digital projects eða stafræn hönnun sem eru háar kröfur. Það LOD 325 DK. Þeir eru búin að gera sinni eigin standard eða eigin aðlaga aðeins. Og svo classification. Og það margir ráðgjafar sem tengja ekki rosa mikið við classificationið eða af hverju að gera þetta og annað slíkt. En allt rekstrarkerfið sem Seðlabankinn með til að reka bygginguna eftir á byggist á CCS classification. Það sem sagt allt infrakerfið í því forriti notast við kóðan sem kemur úr þrívíddarmódelinu. Þess vegna eru kröfunar mjög háar. Þar að auki erum við með delivery specification eða hver á að skila hverju í hvaða módeli til hvaða LOD staðals. Þar að auki svona bransastandard. Hvað þýðir LOD 325 DK? Þegar við kíkjum á hurð, það þýðir allir þessi parametrar eiga að vera inn í módelinu og útfylltir. Þeir eiga að heita þetta sem stendur í þessu skjali. Ekki heita á ensku, þeir eiga að heita á dönsku. Þess aftur hluti sem við erum að kontróla á hverjum degi í rauninni. Þetta eru forritin sem við erum að nota á verkefninu. Það alltaf talað einn plattforma. Og alltaf verið að hamra á að já, þið verið að kaupa ACC því að það eini plattformin sem við að nota. En Dalux segir líka það eini plattformin. Autodesk segir líka, NBS Nordic, Azure, Revit, Main Manager. Þetta allt plattforman sem allir eiga að nota. Bankinn, eða Seðlabankinn með EG Main Manager þeirra rekstrarkerfi og þeir vildu hafa Dalux sem CDE-plattforma. Sem sagt allar teikningar, öll módel, allar verklýsingar, allt inn á Dalux. En líka allt sem snýst útfærslu á byggingarstað. Sem sagt ef að verktaki með spurningar í teikningar þá verður að stilla spurningamerki inn á Dalux, ekki á e-maili.
Og ef að ráðgjafarnir eru með spurningar við útfærslu á byggingarstað, þá er tekið mynd og sett punktur á teikningu inn á Dalux. Ekki Excel-skjal með mynd í eða hvernig það er, eins og ég hef heyrt annar staðar. Ég gleymi örugglega að tala um eitthvað af þessu, þið spurði bara spurninga eftir á, sko. Þetta er sem sagt forrita diagrammið sem við byrjuðum með. Og já, við erum með Autodesk Construction Cloud því að þar vinna allir ráðgjafar saman og í byrjun vorum við með live link á milli módula, það er búið að breytast í dag. Síðan vorum við með Azure Collab, þessi ljósblái. Það var, ég segi var því að það forrit er ekki lengur til staðar, en það var eitt af því betri forritum til að gera tilboðslista og úttektarlista, eða magntökulista úr til dæmis Revit. Og eitthvað sem er mikilvægt sem við tölum um, Building Part Journal eða byggingarhluta skrá. Þetta er skrá sem er með alla byggingarhluta, allar típur sem eiga að fara á tilboðslista, eiga að fara eru inn í módelinu, á kannski eftir að módela, á að fara inn í allar verklýsingar. Þetta er rauninni hjartað í verkefninu á okkar mati og byrjaði að vera meira og meira mikilvægt. Og það eru forrit sem eru fleiri forrit sem geta séð um svona Building Part Journal eða byggingarhlutaskrá. Það er meðal annars NBS Nordic sem getur gert það líka, en það forrit er í rauninni það sem varum við að tala um hérna fyrir í dag, verklýsingaplattformin. Þetta er verklýsingaplattformi sem er strákar í Danmörk sem bjuggu hann til og þá héti það BIM Shark og því var breytt þegar NBS frá Englandi keypti það. Mjög öflugt, en það er hægt að gera marga hluti með verklýsingarnar. Og svo breyttist þetta ferli því að Azure Object það dó og ráðgjafarnir héldu bara ákveða að halda bara áfram að taka magntöku og annað slíkt út úr Revit. Og á þessu stærðarverkefni þá er líka, hvað heitir það? Það er fyrirtæki sem bara sér kostnaðaráætlun. Þeir gera ekkert annað, þannig að þeir fá bara magntöku og svo vinna þeir inn í sitt risastóra Excel-skjal með magntöku og útreikningum og kostnaðaráætlun og öðru slíku. Þeir eru búin að vera bara full-time í því. En síðan breytist hérna ferlið með gæðastjórnun á þrívíddarmódelunum. Því að, það bara breytist eitthvað með starfsmenn og annað slíkt. Og það er mjög mikilvægt að vera ekki búin að setja öll sín egg í eina körfu á forritamarkaðnum. Því að það gæti verið að starfsmenn er ekki með þá reynslu sem þarf eitthvað ákveðið forrit eða eitthvað ákveðið forrit lokar og verður ekkert áfram nothæft. Þannig að þetta breytist allt og já, Construction Cloud heitir núna Forma. Þú veist, það er ekki þetta stóla á, einblína eingöngu á forritin sem eru á bakvið allar þessa ferla. Maður er að kíkja á alla ferlana og sjá til þess að maður sé með plan B fyrir hvern einn og einasta feril. En eins og ég segi, Dalux er CTE-plattformin fyrir verkefnið og þetta er forrit sem er búið til í danskt fyrirtæki. Þeir bjuggu þetta til allt í kringum þrívíddarplattforman. Ég sé að ég þarf að fara aðeins að flýta mér. En þetta er þrívíddarmódelið og eins og ég sagði, þetta er myndir sem er búið að staðfesta að mátti sína af því að maður getur ekki locatað það hvar þetta er í byggingunni, nákvæmlega. En þetta er sem sagt skrifstofugangurinn, það er svona alveg eins skrifstofa hinum megin við ganginn. Við erum með þannig inni fyrir ofan loftið á skrifstofunum, held ég að við séum með 16 cm fyrir að koma öllum lögnum fyrir og upphengjum og öllu slíku. Þannig að þetta er töluvert mói að fá pláss fyrir allt, allar lagnir og raflagnir og annað slíkt. En inn í plattformanum ertu með öll módelin og það er hægt að setja filter og það er hægt að búkmarka, geyma sýningu og annað slíkt. Þannig að ég get gert stillingu og svo senda á samstarfsfélag minn nota þessa stillingu þegar þú ferð inn að kíkja. Þetta er mjög öflugt svona samræmisstjórnun.
Inn á Dalux þar líka með, eins og ég sagði, öll issue eða verkefni sem er á milli verktaka, verkkaupa, ráðgjafa, bara í rauninni allra á staðnum, inn á plattforminu. Það heitir Dalux Field. Það ekkert að fara meira inn í það, en maður getur séð yfirlit af öllu með staðsetningu á teikningu og fengið lista yfir hvað opið, hvað lokað, hvað farið yfir dagsetningu og annað slíkt. Þetta öflugt fyrir stjórnun á byggingarstað. Og við komum inn á mörg önnur ferli hjá ráðgjöfunum og þetta yfirleitt, eins og ég sagði áðan, að við erum ráðgjafana oft, þannig að við erum að hjálpa þeim að kíkja inn í eitthvað ferli sem að í rauninni viti ekki hvað þeir eru að gera. Viti ekki hvað lausnir eru á því að gera þetta betur eða einfaldara eða meira effektív. Þetta ferli sem við erum að gera núna og fara í gegnum fyrir DN100 verkefnið, og það sem sagt að sjá til þess að allar upplýsingar séu í þrívíddarmódelunum. Þá tökum við Revit-módelið, eða IFC-módelið sem er búið að skila inn á Dalux, tökum það út og leggjum það inn í forma, breytum smá structureum á datanu í IFC-fælnum, lesum það inn í Power BI með nokkrum Excel-skjölum sem við erum búin að mappa parametrana sem að eiga að vera inn í módelinu. Þannig að við getum séð hvort það séð þar, hvort þeir heita það rétta, hvort þeir búið að skrifa kommu í staðinn fyrir punkt eða bandstrik. Þetta allt mjög mikilvægt. Þegar við tökum módelið og hendum þið inn í Main Manager, þá koma ekki upp upplýsingarnar ef það eru með vitlaust eða komma í staðinn fyrir punkt, þá kemur það ekki upp, eða bandstrik. Tengjum data-queryið með mappinginu og skilum þessu af okkur í Power BI inn í forma. Þannig að ráðgjafarnir og verkefnastjórarnir hjá ráðgjöfunum geta klikkað sig áfram og skoðað eins og hérna. Þá þetta bara inn á, við hliðina á fælunum sem við erum með á Revit eða hvar maður opnar verkefni sín. Það sem þetta filtera, sortera, ég veit núna bara að kíkja á allt sem allt sem smiðurinn sem á að gera, þá aðlagar viewerinn sér og ég sé að það eru 8900 element, þetta eru allir skáparnir, þess áttar sé upplýsingarnir sem búið að fylla út og svo áfram þess áttar. Þetta gefur þeim sem eru ekki Revit möguleika að sjá hvað starfsmennir eru, hvað á eftir að gera, hvað er búið að gera. Þannig að það eru þessi fleiri sem geta verið með í BIM og ekki bara BIM-nördarnir, eða eins og við kallaði í Danmörku Revit-apparnir. Þetta sem sagt skrifstofurými, þetta tvöföld skrifstofa, bara búið að skera upp í hálft. Þetta upp í hægri horninu skápar og hurð, perutré skápur, perutré hurð. Og eins og ég segi áðan, þá þetta mjög flókið verkefni og einn skápur eða ein hurð getur haft alla þessa mismunandi möguleika. Nú þetta Excel-skjal þar sem við fórum yfir hvaða möguleikar í boði þegar að búið að gefa öllum skáp eða þessum skáp réttar upplýsingar. Þetta getur verið upprunalegur skápur sem á að henda eða upprunalegur skápur sem við förum á næstu slæti hérna. Þetta getur verið upprunalegur skápur sem á ekki að gera neitt við. Hann á bara að taka niður og setja hann upp aftur. Það þarf að hreinsa allt annað í kring. Það getur verið upprunalegur skápur sem með asbest í, þá þarf að hreinsa hann. Eða á að henda honum og kaupa nýjan, eða gera nýjan. Ég held að þessi 24 möguleikar á hverjum skáp, eða hverjum panel, hverri hurð. Það ekki séns að útfylla þetta rétt. Þess vegna þurfum við að hafa eitthvað, það væri hægt að gera örugglega eitthvað með gervigreind inn í Revit núna, en við vorum ekki með gervigreind þegar við vorum að fara í gegnum þetta ferli með arkitektinum. Þannig að það var útbúið ferli þar sem að þeir eru búin að teikna skápinn, þá vita þeir eru búin að teikna gamlan eða nýjan og þeir eru búin að rífa niður ef þetta á að koma nýr. Þannig það svona teiknilega séð komið. Svo yes, no parameter eða já, nei parameter á asbest og PCB
Og svo action parameter. Og þessi parameter, action parameterinn notaður til þess að gera grafískar breytingar á teikningu. Þannig að það dökklína ef þetta nýr skápur, ljóslína ef þetta gamall skápur, rauð punktalína ef það á að rífa niður. Og það sem sagt ef það á að rífa niður, þá getur það verið rífa niður á hendunum, rífa niður og setja hann í geymslu, rífa niður og setja í geymslu og setja hann upp aftur. Þetta endalaust. Þannig að við, til að leysa þetta þá, það slætt lítur að koma eftir. Til að leysa þetta á einn tæknilegan hátt þá notum við forrit sem heitir Dynamo. Það kemur vonandi eftir þessari slætu. Það eitthvað sem klíkað hérna. En þetta sem sagt byggingar hlutaskráin. Þar verður líka geta séð hvort þessi skápur sé að taka niður á hendunum þegar smiðurinn þarf að vita hvað sem marga skápa á að henda eða niðurrífarinn. Þannig að þetta í rauninni okkar byggingar hlutaskrá. Þar kemur allt fram, classification-númerið, fyrsti hluti, nafnið á byggingarhlutanum, hvernig hvaða uppmælingarhluti þetta lengd, stykkital, það sem sagt þessi stað sem stendur N1, A1 og áframhaldandi. Og svo þessi hérna kolonni, af því að leysarinn virkar ekki, sem sagt beint hérna fyrir ofan mig. Data til drift. Þetta aðal parameterinn fyrir rekstur eða hversu margar upplýsingar á að skila á hvern byggingarhluta. Það teikning og það produktblað og það ákveðnar upplýsingar sem á að skrifa inn í main manager. 0 þýðir á ekki að gera neitt, A þýðir lítið, B þýðir aðeins meira, C aðeins meira og D mest. Þannig að verktakinn veit hversu mikil vinna liggur í að skrásetja allt inn í main manager eða rekstrarforritið. Og þarna kemur slætan með Dynamo. Við tengdum, þetta sýnir líka meira hluti, en tengdum Dynamo sem svona visual design programming forrit sem hægt að tengja inn í Revit, svona svipað eins og Grasshopper fyrir Rhino, fyrir þá sem þekkja Grasshopper og Rhino. Við notum þetta ekki til að gera alls konar hluti, við notum þetta til að gera svona leiðilega vinnu. Kópera hluti, multiplya data og annað slíkt. Þannig að við erum búin að gera Excel-skjal þar sem við erum búin að mappa alla parametra á milli, alla classification, alla kóða. Þannig að ef ég setja upp Dynamo, þá getur hann lesið þetta Excel-skjal og eins og það birtist þarna niður í vinstra horninu þá komu upplýsingar inn í Revit-fælinn út frá Excel-skjalinu. Hljómar flókið, rosalega einfalt. Dynamo, prógramað við að tengt inn í Revit, prógramað til að lesa fyrst númer 1, kolonna, BIM type code. Ef að þessi kóði passar við, nú þeir eru tilbaka, nafnið í Revit sem ég er búin að handskrifa inn, þá getur hann lesið allar hinar upplýsingarnar í skjalinu, í línunni, þar sem stendur 224 og les svo til vinstri. Þetta bara staðallinn sem að arkitektarnir vinna eftir. Þeir vilja nota þennan BIM type kóða, en verkkaupinu vill nota einhvern annan kóða. Þannig að í staðinn fyrir að skrifa tvisvarsinnum einn kóða og svo annan kóða og mappa það sjálfur, þá erum við búin að búa til database í Excel, svo þess að lesa þetta. Það væri lítið mál fyrir að prógrama þetta með AI til að lesa þetta skjal í staðinn fyrir að nota Dynamo. Þess aftar. Ég veit að við erum komin yfir tíma, en ég á nokkra slætur eftir. Skemmtilegar, en ég skal reyna að koma hratt yfir þetta. Þetta hérna, hvað heitir það? Quality control af 3D-módelunum, prósessin sem allir eiga að fara í gegnum. Og til að einfalda þetta, þá var ég líka búin að, já, hérna kemur annað. Þetta sem sagt void coordination. Allar hólur í öllum berandi veggjum. Hvernig á að fylla þetta út? Líka svolítið flókið. Það svona gerir þetta svona einfaldara hérna. Design development, við erum í að hanna verkefnið.
Og í rauðu er okkar vinna eða class control. Yfirleitt, eða oft, liggur það svolítið seint í verkefnunum. Þannig að við erum búin að ræða við verktakana núna þegar þeir eru að teikna sjálfur fyrir sjálfan sig. Þeir getur fært mikið af quality controlinu sínu inn í meðan þeir eru að teikna á módela. Þannig að þegar við komum í class controlið í lokin, að þá erum við búin að taka mikið af óþarfa klössum í burtu. Þannig að við séum bara með raunhæfa klassa sem við þurfum að leysa, sem kostar mikið á byggingarstað. Og eins og við tölum einn fyrir alla, allir fyrir einn. Við erum ekki búinir fyrir að allir eru búin að gera þetta ferli. Ef ykkur langar að lesa meira arkitektúrinn og annað slíkt, þá getið þið skannað þennan QR-kóða. Þar komið inn á PDF, þar sem að bankinn er með sinn eigin skjal yfir arkitektúrinn og hönnunina og allt það. Fleiri myndir en það sem ég tók með. Og ef við ykkur vilja spyrja meiri spurninga, hafa samband á LinkedIn, þá getið haft samband hérna. Annars, við erum farin yfir tíma, en Við tökum bara spurningarna fram í kokteilnum, bara í góðum fíl. það er líka hægt, sko. Þetta er bara ótrúlega áhugavert, Símon. Bara takk kærlega fyrir þetta. Takk kærlega fyrir að fá að vera með. Já, bara frábært og sko líka þvílíkt umhverfi sem að þú farið að vinna í kringum. Marmarinn og þessi viðarpanelar, sko, þetta er algjört nammi, sko. Þetta er bara Þetta er arkitektúrnammi, já. Já, glærurnar getur bara verið, sko, úr einhverju lífstílsblaði, sko. Og ég er enda forðið meitt, það er bara ein spurning, sko. Hvaða fjörður var þetta í byrjun sem var í bakgrunninum? Þú varst að kynna fyrirtækið. Já. Þetta er Seyðisfjörður. Þetta er Seyðisfjörður, já. Það sem ég kem frá. Já, Ég kem frá Seyðisfjörður, uppalinn þar og já. Þar hefur þú alist upp við líka glæsilegan arkitektúr. Svæsirhúsin á Seyðisfirði hafa slegið dóninn fyrir. Já, það má segja það. Yndislegt. Þau voru að klára hinum einn, þannig að þau bíða eftir ykkur hér og frískandi drykkir bíða eftir ykkur. Mér fannst ég heyra meira þess að sko kokteilmúsík vera að byrja að spilast. Þetta er allt farið í gang. Munum, það er föstudagur. Þetta er bara allt klárt. Við bara þökkum undirbúningsnefndinni, fólkinu í Hörpu líka og öllum sem komum fram og sjálfsögðu ykkur sem fyrir góða athygli og fyrir að standa vaktir enda með okkur í allan dag. Takk fyrir. Klöppum fyrir okkur öllum.